Kæru kandídatar, ágæta starfsfólk og aðrir góðu gestir. Ég heiti Steinunn Alda Gunnarsdóttir, fyrrverandi stúdent hér við Háskólann á Akureyri og ég mun leiða ykkur í gegnum athöfnina hér í dag. Það mér sönn ánægja að bjóða ykkur öll hjartalega velkomin á brautskráningu kandídata úr framhaldsstigi hér við Háskólann á Akureyri 2024. Fallegir tónar strengjatríós tók á mót okkur áðan, en tríó skipa Ásdís Arnardóttir á selló, Eydís Úlfarsdóttir á víólu og Sofía Fredrovits á fiðlu. Nú komið að því, eftir blóð, svit og tár, en vonandi ekki mikið blóð samt. Ég bið ykkur vinsælast að slökkva á farsímum og athuga að ljósmyndari hér á vegum Háskólans taka á móti myndum og þær vera allar aðgengilegar ykkur að kostnaðarlausu. Dagskrá hátíðarinnar hefst á því að Eyjólfur Guðmundsson flytur ávarp, en fyrst gengur hann inn í salinn ásamt Brynjari Karlssyni, forseta heilbrigðis-, viðskipta- og raunvísindasvið, Tom Berry, forseta hug- og félagsvísindasvið og deildarforsetum fræðasviða. Ég bið ykkur að rísa úr sætum. Kæru kandídatar, starfsfólk Háskólans á Akureyri og allir góðir gestir. Það mér mikill heiður að standa hér í dag og ávarpa ykkur á Háskólahátíð Háskólans árið 2024. Hér fögnum við árangri kandídata og ekki síður háskólasamfélaginu öllu. Háskólasamfélaginu hér við Háa. Já, þetta svo sannarlega uppskýru hátíð fyrir skólan og fyrir landið allt. Það eru 3 athafnir að þessu sinni og 540 kandídatar sem brautskrást í það heila. 160 hér í dag ef ég taldi rétt. Og þetta stærsti hópur sem hefur brautskrást frá Háskólanum á Akureyri frá upphafi. Á sama hátt og við innrituðum væntanlega 3. stærsta árgang frá upphafi, núna í haust. Það magnað að sjá hvað við höfum stækkað. Og þegar litið yfir síðustu 10 ár í sögu Háskólans á Akureyri, að þá sjáum við fjölmarga breytingar og framfarir. Við höfum ekki bara stækkað og styrkt skólann, heldur höfum við einnig stuðlað að mikilvægu framlagi til íslensks samfélags í heild sinni. Þetta ber allt saman vitni samstöðu, metnað og ástríðu allra þeirra sem hafa lagt sitt af mörkum til að gera Háskólann á Akureyri að því sem hann í dag. Og það á afskaplega vel við að við gerum þemu þessara hátíðar, þessara háskólahátíðar, köllum hana tímamót. Því að þið, kæru kandídatar, standið svo sannarlega á tímamótum. Sama í hvaða námi þið að ljúka. Háskólinn á Akureyri stendur á tímamótum.
Því nú þarf að huga ítarlega að stefnu skólans næstu 20 árin. Vegna þess að umhverfið hefur tekið gríðarlegum breytingum. Ekki bara það kerfislega umhverfið sem að stjórnvöld búa okkur, heldur samfélagslega breytingar. Og þar mun gervigreindin spila lykil hlutverk. Því að það vill svo til að heimurinn allur á þessum tímamótum. Og taki eftir því ég segi þessa setningu, forsendur samfélagsins hafa gjörbreyst. Við höfum séð margar og ýmsar tækniþróanir sem breyta því hvernig við vinnum hluti, hvernig við getum gert hluti. En það bara nokkur 100 ára fresti þar sem að forsendur breytast. Og það það sem gervigreindin mun gera. Nú, svo skemmir ekki að þetta eru persónuleg tímamót fyrir mig, þegar ég hér að ljúka mínu 10. og síðasta ári. Og það hafa svo sannarlega verið algjör forréttindi að fá að stýra háskólanum þennan tíma. Og það hefur sannarlega verið ferðalag sem hefur reynt á, en við höfum líka unnið stórkostlega sigra. Og við sem háskólasamfélag höfum komist gegnum ótrúlega erfiða tíma. Vírusar hafa herjað á okkur, ýmsar takmarkanir stjórnvalda hafa herjað á okkur. Það hefur stundum snjóað í júní. Það er ýmislegt sem það þarf að takast á við. En við höfum alltaf komist í gegnum það sterkari en áður. Kæru gestir og þið sem að fylgist með okkur í streymi. Það styttist nefnilega í stóramæli, fertugsamæli Háskólans á Akureyri. Og líkt að við segjum fólki sjálft að þá jú fertugum allt fært. Háa hefur dafnað vel á þessum áratugum og háskólinn í dag stendur sem öflugasta menntastofnun landsins. Að minnsta kosti utan höfuðborgarsvæðisins. Og ef við viljum, við sem hér erum, ef við viljum einsetja okkur að við verðum öflugasta menntastofnun landsins, þá mun það gerast. Mitt grunnfag hagfræði og þetta mitt síðasta skipti þannig að nú má gera eins og ég vil. Skoðum því helstu tölur fyrir háskóla, því að ég hef svo einstaklega gaman að tölum. Ég talaði áðan stærsta brautskráningar árgang, en það stefnir líka í út af þeirri aukningu umsóknum sem ég talaði áðan að Háskólinn á Akureyri muni fljótlega að fara yfir 3000 nemendur. Það gæti gerst í haust, það gæti gerst að ári. Og það getur gerst með sameiningu eða með auknum fjölda nemenda með beinum hætti. Rannsóknastarfsemi háskólans hefur aukist gríðarlega, ekki síst fyrir tilstil ykkar sem hér í dag, sem nemendur sem taka þátt í meistaranámi skólans. Birtingum hefur fjölgað og áhrifa okkar sérfræðinga, okkar samfélags hefur aukist ár frá ári. Og þetta eigum við mælingu fyrir og heitir rannsóknarstig. Og þau hafa verið yfir 3000 núna nokkur ári röð á sama tíma og nemendum hefur fjölgað. Og starfsmannafjöldin hefur aukist. Nú eru komið 250 fasta starfsmenn, en vitið þið hvað? Það eru 750 starfsmenn til viðbótar, fólk til viðbótar manneskjur, sem með einum eða öðrum hætti taka þátt í kennslu við skólann. Þannig í heildina erum við að tala að það byrð 1000 einstaklingar komi að því að mennta hér nemendur á hverju og einu ári, sama hvort það er með beinni kennslu eða þeirri mikilvægu þjónustu sem þarf, svo unnt sé að reka á stofnun eins og okkar. Og ég hagfræðingur, þannig að ég hljótum að enda í fjárhagstölunum, eða ekki? Því þetta allt saman kostar þetta. Og síðast ári velti Háskólinn á Akureyri tæpum 5 milljörðum króna. 5.000 milljónum. Og það er ekki til eitt svona topplisti yfir opinberar stofnanir. En ég er búin að reyna að vera að finna það út. Og mér sýnist að við séum 15. stærsta opinbera stofnun landsins. Og við erum önnur stærsta opinbera menntastofnun. 3. stærsta háskólastofnun. Það er alltaf merkilegt þessar tölur, því að eins og ég sagði, við höfum öll gaman að tölum ekki satt, en þessar tölur segja þessa sögu. 1987 var farið af stað með stofnun sem mörgum þótti eitt hæpið
að setja á fót hér á svæðinu. Tölurnar tala sínu máli. Kæru kandidatar, ég veit að þið hefði jafn gaman að tölum eins og ég. Annars væri ekki hér eða hvað. Ok, vissulega misgaman, en þetta á við ykkur líka. Því að það er svolítið áhugavert að skoða ykkur í samhenginni á tölum. Þið hafi verið að yngjast, trúið því, ekki hvert og eitt ykkar. En meðalaldurinn hefur verið að lækka og er núna rétt 29 ár. En þeir eru samt með elstu nemendum í Evrópu. Þrátt fyrir þessa lækkun í meðalaldri. 78% eru konur og tæplega 22% karlar. Það stemmir ekki við lag stuðmanna. Og það eru fulltrúar allra kynja við stofnunum okkar. Því hér höfum við rými fyrir alls konar. En kannski er áhugaverðast þegar við skoðum ykkur og ykkar hóp er að 35% ykkar búa á höfuðborgarsvæðinu. 58% utan höfuðborgarsvæðisins. Og 7% búa erlendis. Já, kæru kandidatar, þið eru skemmtileg, þið eru einstök og þið eru allstaðar. Líka þegar við skoðum tölunar. Þetta sýnir, kæru gestir nær og fjær, þetta sýnir Háskólann á Akureyri í þessu íslenska samhengi. Sýnir svo ekki verður vilst að háa þjónustar fólku landa allt og reyndar víða heim, en með sérstakri áherslu á byggðir sem standa utan höfuðborgarsvæðisins. Og sjálf erum við staðsett hér í veðurblíðunni, tölum ekkert fyrstu vikuna í júní, í veðurblíðunni á norðurhluta landsins. Þess vegna skiljið þið betur þarfir fólks sem býr utan höfuðborgarsvæðisins. Og það er nauðsynlegt að við sem búum norðan heiða og norðan fjallvega komum þeim skilabóðum áleiðis. Því áframhaldandi uppbygging Háskólans á Akureyri með starfsstöðvum víða land er lykilatriði í því að þjónusta byggðir landsins með viðunandi og mannsæmandi hætti. Að sjálfsögðu undir styrkri forystu Háskólans á Akureyri. Því háskólum mun fækka á næstu árum, það er alveg ljóst. En háa verður í forystusæti þegar kemur að slíkum breytingum. Og við verðum mótvægi við höfuðborgarsvæði. Við verðum mótvægi við suðrið sem Háskóli norðursins alls, allt frá vestri til austurs. En líka háskólinn allra í gegnum öfluga fjarkennslu, þar sem forysta okkar bætir aðgengi stúdenta að háskólanámi. Kæru kandidatar, þið hafi verið hluti af þessari vegferð og það er sama hvort þið hafi búið í norðanheiða eða sunnanheiða. Þið þekkið að ferðast á Íslandavetri. Þið þekkið hversu mikilvægt er að hafa góðar og ódýrar samgöngur. Þið þekkið hvað er nauðsynlegt að þessi komið á móts við ykkur í tækni. Að þið fáið tækifæri til þess að tileinka ykkur nýjustu þekkingu og færni og þannig sem fagfólk og sérfræðingar á ykkar sviði stuðlaða enn betra samkomulagi ókomna tíð. Og þess vegna vil ég hvetja ykkur, okkar góðu kandidatar hér í dag, til að nýta þessa færni og þekkingu sem þið hafið af fjarvinnu, því nám er vinna ekki satt, til þess að hvetja alla stofnanir hér á landi til að búa til umhverfi sem gerir fólki kleift að sækja þjónustu. Rafrænt. En jafnframt að gera alla að fullgildum þáttakendum, huga vel að aðgenginu og sama hvar á landi fólki býr, geta það unnið störfin sín. Og fólk þurfi ekki að flytja fyrir störfin. Munið hvað ég sagði áðan, gervigreindin, hún breytir forsendum samfélags. Það að þurfa ekki að flytja fyrir starf er algjörlega nýjar forsendur. Spennandi heimur. Þið, kæru kandidatar, þið geta haft hér mikil áhrif. Vegna þess að þið hafið upplifið þetta, þið vitið hvernig þetta er, þið vitið mikilvægi þess að þetta sé gert vel
Þess vegna vil ég hvetja ykkur á ykkar framtíðar vinnustað, sama hvar hann einkageiranum, opinbera geiranum, heilbrigðiskerfinu, skólakerfinu. Hugsið þetta, hvernig þetta auðvelt að bæta aðgengi með nýjum aðferðum. Það byggðamynstur sem hér á landi í dag ekki óbreytanlegt lögmál. Það mannanna verk. Þið getið breytt. Þið, kæru kandidatar, getið byggt brýrnar því að þið eru brúarsmiðir. Og þið eru brúarsmiðir í margvíslegum skilningi. Þið eru orðið sérfræðingar á eitthvað sviði, að minnst okkur háskólagráða númer 2. Þess vegna ætlast ég til þess af ykkur og samfélagi allt að þið byggið þessa brýr. Þið tengið saman fólk og þekkingu til að leysa áskoranir samfélagsins með betri hætti en gert hefur áður. Á næstu 10 til 20 árum og mögulega bara nú þegar eru þið orðin leiðtogar samfélagsins. Þið eru fólki sem mun taka við störfunum þar sem þarf að taka ákvarðanir. Hafið þetta í huga þegar þið sitjið frammi fyrir slíkri ákvarðan. Vegna þess að þetta á svo rosalega vel við í dag þegar gervigreitin skellur í fanginu á okkur. Og við munum þurfa að taka stórar og erfiðar ákvarðanir en líka góðar það með hvaða hætti við ætlum að nýta þessa nýju tækni. Og þau geta nýst til að leysa risavaxinn vanda heilbrigðiskerfisins, bæta íslenska skólakerfið eða einfaldlega bæta virðisaukningu í samfélaginu þannig að hvert og eitt okkar þurfa að leggja færri tíma til vinnu fyrir sama efnahagslega ávinning. Þannig að þið berið það ábyrgð að þær kynslóðir sem á eftir koma geti lifað í sama góðu lífi og jafnvel betra en við höfum gert. Og þess vegna, að ég veit að þið að fara brauðskást í dag allt í lagi og ég veit að þið ekki hugsa það, en ég vil hvetja ykkur til að íhuga frekara rannsóknartekni á doktorsnám. Afsakið fjölskyldur og aðstandendur sem hér eru að reyna að fá fólki tilbaka, en ég vil hvetja kandidat til að hugsa þetta. Því það með doktorsnáminu sem að þið munið búa til alveg nýja þekkingu og til þess að við getum öll orðið hluti af þessari breytingu sem ég er búin að tala þá þurfum við að vera hluti af þínu alþjóðlega akademísku umhverfi og leysa þessar erfiðustu áskoranir mannkyns. Kæru gestir, nær og fjær, með uppbyggingu doktorsnáms við Háskólann á Akureyri hefur skólanum tekist að vera fullvaxta háskóli sem virkur þáttakandi í innlendu og erlendu rannsóknarsamstarfi. Áframhaldandi uppbygging doktorsnáms lykillinn að bættri framtíð og ekki bara Háskólans á Akureyri, heldur þeirra samfélag sem starfa utan höfuðborgarsvæðisins, því lykillinn að öflugra atvinnulífi, fjölbreyttara atvinnulífi, meiri þekking. Það eiginlega ekki hægt að fá betra skólabókardæmi heldur en fyrirtæki Kerecis á Ísafirði. Hverjum hefði dottið í hug að líftækni, hugvit, rannsóknir myndu vinna úr 2 tonnum af hráefni, verðmæti, og því svo gamla tölum, 20% alls útflutnings á íslenskum þorski. Þannig að 2 tonn af roði af þorski ígildi 20% af öðru útflutningsverðmæti þorsks. Þetta eru forsendubreitingarnar sem ég að tala um. Þetta þvílík tækifæri fyrir okkur og þau verða unnin á þessum stöðum. Þess vegna, kæru kandidatar, sama á hvaða sviðið þið eruð, það þarf að endurhugsa þetta allt saman og þið munuð geta fengið svona tækifæri til að breyta heiminum. Ágætu gestir, bæði nær og fjær, á mínum 10 árum í starfi hefur mér verið tíðrætt að gjáin á milli höfuðborgar og annarra svæða sé stöðugt að stækka. Mér langar ekkert sérlega mikið til að dvelja við svo neikvæða umræðum, en að þetta nú síðasti séns, að þá held ég verði að taka 2 dæmi sem að þið, kæru kandidatar, getið líka tekið með ykkur, svona að hugsa hvernig þið hefðu brugðist við í sömu stöðu. En þessu 2 dæmi sýn okkur
í raun og veru óréttlætið sem í boði þeirra hörmulegu byggðastöfnu og byggðahugsunar sem hefur tröllrið Íslandi á síðustlum 80 árum. Fyrra dæmið varðaði mitt eigi félag forstöðumanna. Félag forstöðumanna við opinbera stofnanir á Íslandi. Fólki sem stýrir opinberri þjónustu. Það var boðað til aðalfundar. Og það var boðið upp á fundurum væri í streymi. En bara þeir sem mættu á staðinn máttu greiða atkvæði. Ha? Takk, það stendur hérna ha. Já. Og þetta var ekki fyrir 10 árum síðan. Þetta var í vor. Ha? Eitt að eitthvað eitt félag gerir svona. Annað að félag sem stendur fyrir allri opinberri þjónustu skuli ekki hafa víðari sjóndöndring. Hitt dæmi tengist unga fólkinu okkar. Það ein háskólastofnun hér á landi sem stefnir um það byrja 400 nemendum á landinu til að taka inntökupróf á hverju vori. Prófið stendur í 2 daga. Það þýðir að fólk sem býr utan höfuðborgarsvæðisins þarf að finna sér húsnæði til þess að dvelja í gistingu og svo framvegis. Svo getur snjóað á sumum landshlutum og ferðir getur tafist eða verið erfiðari. Þannig að nemendur sem mæta á prófstað fjarri heimili eru þá ekki undir sama hatt sett eins og þeir sem búa á staðnum og geta farið í sitt þægilega umhverfi. Þið þekkið að góðu kandidatar að það getur verið svolítið erfitt að þeirra ferðast langt fyrir próf. En vitið ekki hvað brandarinn er? Þetta er rafrænt próf. Ha? Háskólanum á Akureyri ef ég man rétt, erum við ekki með 8-10 prófstaði. Þegar við tökum með erlenda prófstaði sem notum. Já, ágætu kandidatar, ábyrgð ykkar á að breyta kerfin okkar verður mikil því að svo sannarlega hefur minni kynslóð greinilega ekki tekist. Þó það verður að segjast eins og að rafræn þjónusta í vexti og heldur áfram vonandi að bæta líf okkar allra. Og ástæðan fyrir að ég er að minnast á þessi dæmi og ég ákvað að taka þau fram hér í dag er ekki til að gagnrýna þessar viðkomandi stofnanir eða þessar tilteknu ferla. Það er til þess að benda á að ef við erum ekki þegar kemur til þessar breytingu varðandi gervigreindinni búin að átta okkur á hvað þetta eru víðtækar breytingar, þá er hætta á því að við tökum rangar ákvarðanir. Og þið, kæru kandidatar, sérstaklega þið í dag sem er að útskrifast hér úr framhaldsnámi, þið verðið í forystu þessara breytingar. Því að breyta heiminum og bæta hann er stöðug barátta og er alls ekki alltaf auðveld. Lífið færir okkur líka alls konar og við vitum ekki fyrir en á reynir hvernig við brennumst við eða hvað við gerum. Til dæmis var það átakanlegasta í mínu starfi þegar að ég hef verið hér síðustlum 10 ár. Er einfaldlega þegar við höfum mist starfsfólk í blóma lífsins. Þessara einstaklinga minnist ég sérstaklega hér í dag með söknuði. Og minni ykkur á, kæru kandidatar, að njóta lífsins og hvers andartags sem þið hafið. Því að lífið er jú stundum stormur. Og ég þreytist ekki að minna á að það kom snjór hérna upp að júní. En það er oft gerst áður. Snjóaði ég dag í júní, allt í lagi. En það snjóaði í 5. En það stytti upp. Og í dag, hvernig er dagurinn í dag? Dásamlega fallegur sumardagur með öðruglega 20 stiga hita. Og þá getum við komið hér saman og glaðist yfir því góða og vita að þrátt fyrir erfiðar aðstæður þá kemur alltaf betri tíð. Því þið hafið lagt mikið á okkur, kæri kandidatar, til að geta verið hér í dag. En þetta er bara áfangi. Stutt hlé á veg fyrir lífs ykkar. Það er ástæða til að fagna og skemmta sér í dag, í hófi, en líka tími til að hugsa og fara fram, velta fyrir sig hverju næstu skref. Þið hafið flest öll, ef ekki öll, stund að vinna með námi ykkar. Þið eigið fjölskyldur og vini sem hafa stutt við ykkur og hjálpað ykkur í gegnum þessa áskorun, komið ykkur á þennan áfangastað. Við þökkum fyrir lánið á stundum. En það er efni í aðra ræðu, af því ég fæ svo takmarkaðan tíma hérna í dag. Hvers vegna íslenskt samfélag leggur svona hart að ykkur, að þið eigi bæði að sinna námi og störf.
Við kennarar ykkar, starfsfólk sem hér starfa við Háskólann á Akureyri, vildu svo gjarnan óska þess að samfélagið væri þannig að þið getur einbytt ykkur að náminu öllum stundum. En eins og ég sagði áðan, við verðum víst að ræða það síðar. En vegna þessa tvöfalda álags ykkur kandídötu nú algjör nauðsyn að hvílast. Hvíla og hugsa vel ykkur sjálf. Taka ábyrgð á ykkar líkamlegu og andlegu heilsu. Að elska sjálfan sig öllum gott. En það ekki það sama og sjálfselska. Ekki það sama og þessi sjálfsdýrkun sem við sjáum svolítið á samfélagsmiðlum nútímans. Því að þær ímyndir og fyrirmyndir sem að samfélagið sýnir í sjálfsdýrkun áhrifavalda eða upphefningu hins veraldlega auðs á kostnað hins andlega kannski eftir allt saman stærsta ógnin sem stendur frammi fyrir ungu fólki í dag. Ég vil því hvetja ykkur kæru kandídatar til þess að vera fyrirmynd fyrir ykkur sjálf. Þannig að þið getur verið virkar fyrirmyndi fyrir aðra og sinna ykkur sjálfum, sinna samfélaginu ykkar og vera virkir þegnar í íslensku þjóðfélagi. Beitið þekkingu ykkar og færni til fulls og breytið heiminum til góðs. Mér hefur verið tíðrætt gervigreindina og ætla ekki að tala kannski mikið meira hana hér, en okkar að benda ykkur á eitt. Ein af þessum málsgreinum sem ég las upp hér áðan, hún skrifuð á gervigreind. Ég lét gera tilraun og gervigreindin skrifaði fyrir mig heila ræðu sem að verða birt líka. Til hvers þá rektor? Ef öll skilaboð geta komist á framfæri með gervigreindin einnig saman. Hvernig ætla háskóla landsins og heimsins að bregðast við? Geta háskólastofnanir sem eru byggðar á aldagölum hefðum og eru oft íhaldsamar eins og því þekkir svo mæta vel ágætu kandídatar, getum við brugðist nógu vel og hratt við? Hver verður framtíð háskólanáms og mats á frammistöðu stúdenta? Þetta eru gífurlega stóra spurningar sem verður mjög spennandi að leita svara við. Og þið, kæru kandídatar, þið verðið lykillinn. Þannig að, þegar við göngum hér út í sameiningu síðar í dag, þá göngum við öll, ég með talin, í 8-9 tíma. Það eru tímamót í lífi okkar, nýjar áskoranir bíða og tækifærin eru ótrúlega mörg og fjölbreytt. Fyrir mig persónlega þá má segja að ég hafi verið hér í 10 ára námi og lært mest sjálfa mig fólk almennt. En ég heyrði nýlega talað hinn þögla meirihluta og það kveikti svona ákveðið ljós hjá mér. Mér langar að koma þeim skilaboðum til ykkar. Kæru kandídatar, þegar þið farið að vinna hjá fyrirtækjum og stofnunum landsins, því að mig langar að þakka sérstaklega hinnum þögla meirihluta. Fólkinu sem gengur til verka sama á hverju gengur, fólkinu sem með ástríð og vilja til góðra verkja fyrir fæið sitt, fyrir skólan sinn. Fólki sem hefur haft metnað í að gera háa þeirri mögnuðu háskólastofnun sem við verum í dag, oft hinn þögli meirihluti og fá einmitt athygli mun minni en ella. Þess vegna ætla ég að þakka ykkur sérstaklega fyrir hér í dag. Og það muni standa upp úr sem hinnu góðu minningar starfi hér við Háa, hversu gríðarlega margir eru reiðbúnir að leggja á sig gríðarlega mikla vinnu til þess að við náum þeim árangri sem við höfum náð. Notið þessa litlu sögu, kæru kandídatar, í að gera ykkur sjálf betri á hverjum degi. Þakkið öðrum fyrir góð verk og velunnin verk. Færi jákvæðni inn í ykkar verk. Verið sjálf jákvæð gagnvart umhverfinu. Og þá munu þið starfa við ánægilegar aðstæður og eiga alla möguleika að ná stórkostlegum árangri í lífi og starfi.
Þá vil ég þakka sérstaklega þeim tæplega 4.000 stundum. Ég mun að reyna að telja þetta svona, þetta svona cirka 3.000 og eitthvað, sem hafa stundan á mig háa á þessum 10 árum. Við tókum saman tölur daginn og þetta voru tæplega 7.000 stúdentar sem hér hafa verið þennan tíma. Ég varð að fá enda á tölu. En ég þakka ykkur kærlega fyrir að hafa valið skólan til náms og þroska. Sérstaklega vil ég þó þakka fulltrúum þessa fjölbreytta hóps sem hefur starfað verið stúdendaráð hverju sinni. Því að samskiptin við stúdendaráð háskólans hafa verið einstaklega góð öll þessi 10 ár. Kæru kandidatar, það eru tímamót. Göngum saman til þessar nýju og áhugaverðu tíma með þekkinguna í fararbroddi og gerum góðan heim enn betri. Ég þakka fyrir mig. Þá komið að brautskráningu kandidata. Ég vil biðja ykkur að klappa aðeins í lok brautskráningar af hverri braut eða deild. Ykkur þó velkomið að klappa fyrir þeim sem hljóta viðurkenningar. Fyrst brautskráir Brynjar Karlsson, forseti sviðsins, kandidata af heilbrigðis, viðskipta og raunvísindasviði. Honum til aðstoðar eru deildarforsetar fræðasviðsins. Gleðilega hátíð. Í dag nefnilega hátíð, háskólahátíð og uppskeruhátíð, eins og rektor nefndi. Á hátíðisdögum maður glaður. Það sorglega við daginn í dag að þið eruð að hætta að vera nemendur HA, vonandi í bili, og ég mun líka hvetja ykkur til þess að skoða vel möguleikana á doktorsnámi hér sem helsti vaxtarbroddur skólans og einhver sagði næsta borði í tölvuleiknum sem við erum að spila. Ég heyrði reyndar fyrir aftan mig í myndatökunni að þar hafði verið nemandi sem hafði verið á erfiðum stað í sínu námi en skömmu síðar hafði viðkomandi farið að skoða möguleika á doktorsnámi. Þannig að ég segi þetta bara vegna þess að þetta tengist svona þemanu í þessari ræðu sem ég með hérna. Ég vona að þið geti minnst verið ykkar hér í HA með gleði. Reyndar það þannig að það sem inniheldur mikið af alls konar skilur eftir sig gleðilegar minningar. Það sem alveg að drepa mann þegar það var að gerast verður oft góð minning þegar árangri náð. Hugsum fjallgöngu. Það umturnast allt þegar við náum loksins tindinum. Væri ekki gott að við hefðum þessa jákvæðu tilfinningu allan tíman sem við værum að ganga á fjallið. Það að segja þessa tilfinningu sem við fáum þegar tindinum náð. Og nú ætla ég að fullyrða að þetta hægt. Þegar maður finnur fyrir áhuga á einhverju, þá finnur maður gleðina í hverju skrefi í fjallgöngunni. Áhugi lykill að gleðinni. Ef ég þyrfti að velja mér, sem ég þarf ekki að gera, hvort að ég væri með mjög greinda nemendur eða mjög áhugasama nemendur, þá myndi ég alltaf velja þessa áhugasömu. Það trú mín að kostirnir sem að fylgja því að hafa mikinn áhuga séu betri heldur en þessi illa skilgreinda, innri, meðfrædda og lítið breytilegi eiginleiki sem við köllum stundum greind. En það skiptir ykkur náttúrulega engu máli. Þið eruð öll bæði greind og glöð hér í dag. En gleðin sem við finnum fyrir í dag ekki bundin við þetta augnablik. Hún byrjunin á nýrri ferð, nýjum tækifærum, nýjum ævintýrum. Og tek ég undir það sem rektor sagði með öðrum orðum hér, rétt og undan. Hún undirstaða sjálfstrausts og bjartsýni sem þið taki með ykkur inn í framtíðina þegar þið lært að þið getið náð árangri og þessi lærdómur mun fylgja ykkur alla ævi. Og nú ætla ég að bæta í gleðina með því að hefja afhendingu skírteina. Af heilbrigðis, viðskipta og raunvísindasviði brautskrást 48 kandidatar úr viðbótardiplómanámi og meistaranámi. Þar af eru 6 kandidatar sem brautskrást úr meistaranámi í haf- og strandsvæðastjórnun og fá skírteini sín
afhent á hátíð Háskólaseturs Vestfjarða á Hrafnseyri þann 17. júní. Þau eru Alice Rose Howe, Bronte May Harris, Elsa Margaret Crook Brenner, Emma Wolf, Mette Bánsó Kring, Robin Annalí de Bruyne. Nú fer fram brauðskráning frá auðlindadeild og ég ætla að biðja Hreiðar Þór Valdísson, deildarforseta, að koma og vera mér til aðstæðar. Judith Marie Sjekja, Sigþóra Brynja Kristjánsdóttir, og ég hefði náttúrulega átt að taka fram að þessi kandidatar útskrifast með MS-próf í auðlindafræði. Þá er lokið brautskráningu frá auðlindadeild. Nú fer fram brautskráning frá framhaldsnámsdeild í heilbrigðisvísindum og ég vil biðja Þorbjörgu Jónsdóttur, deildarforseta, að koma og aðstoða mig. Nú verða brautskráðir kandidatar með viðbótardiplómu í heilbrigðisvísindum. Það er enginn þeirra á staðnum en þau eru Auður Elísabet Jóhannsdóttir, Berglind Skúladóttir, Einar Aron Fjallarsson Fossberg, Guðrún Björk Þorsteinsdóttir. Nú verða brautskráðir kandidatar með viðbótardiplómi í heilsugæslu í héraði, klínísk. Það er engin mættur þar heldur, þannig að ég les nöfnin. Guðrún Karitas Karlsdóttir, Helga Sturludóttir. Nú verða brautskráðir kandidatar með MS-próf í heilbrigðisvísindum og þar er góð mæting. Anita Eir Einarsdóttir, Birgitta Inga Jóð Hauksdóttir, Elísabet Tanja Gabrieludóttir, Erna Valdís Jónsdóttir, Eyrún Ösp Guðmundsdóttir, Hildur Ósk Rúnarsdóttir, Hrafnhildur Ragnarsdóttir, Jóhanna Katrín Kristjánsdóttir, Katrín Ösp Jónsdóttir. Katrín fær viðurkenningu fyrir hæstu einkunn til meistaragráðu á fræðasviðinu. Steinunn Björnsdóttir Bjarnason, en það vill þannig til að hún fær líka, þær voru tvær jafnar að stigum, fær viðurkenningu fyrir hæstu einkunn. Thelma Lind Guðmundsdóttir, Vera Sif Rúnarsdóttir. Þá er lokið brautskráningu frá framhaldsnámsdeild. Nú fer fram brautskráning frá iðjuþjálfunarfræði deild. Ég vil biðja Sólrúnu Óladóttur, tilvonandi deildarforseta, að koma og vera mér til aðstoðar. Nú verða brautskráðir kandidatar með viðbótardiplómu í iðjuþjálfun. Andrea Eir Guðmundsdóttir, Arnheiður Björk Harðardóttir, Auður Eiðsdóttir, Ásthildur María Árnadóttir, Dóra Björg Ingadóttir. Dóra hlýtur viðurkenningu frá Iðjuþjálfafélagi Íslands fyrir hæstu einkunn í iðjuþjálfun til starfsréttinda.
Eva Rós Gunnarsdóttir, Guðrún Lilja Fossdal, Hrafnhildur Ósk Halldórsdóttir, Hrafnhildur Ásta Njálsdóttir, Karen Dögg Guðmundsdóttir, Lilja Gestsdóttir, Magnea Rut Ásgeirsdóttir, Nína Karen Víðisdóttir, Rakel Ösp Björnsdóttir, Sara Ósk Níelsdóttir, Selma Björt Magnúsdóttir, Sigríður Lóa Björnsdóttir, Þórdís Jóna Kristjánsdóttir. Þá lokið brautskráningu frá iðjuþjálfunarfræðideild. Nú fer fram brautskráning frá viðskiptadeild. Ég vil biðja Grétar Þór Eyþórsson, deildarforseta, að koma og aðstoða mig. Það fámennt en sérstaklega góðmennt í nú verða brautskráðir kandidatar með MM-gráðu í stjórnun. Bryndís Sigurðardóttir, Ingibjörg Elín Jónsdóttir, Þórarinn Stefánsson. Nú verða brautskráðir kandidatar með MS-gráðu í stjórnun og það Hlynur Haraldsson. Þá lokið brautskráningu frá viðskiptadeild og af sviðinu öllu. Takk fyrir. Tom Berry, forseti hug- og félagsvísindasvið, mun nú brautskráa kandidata af sviðinu. Honum til aðstoðar eru deildarforsetar fræðasviðsins. Det rosalega heitt hér uppi. Så kæru kandidater, fyrir rétt rúmi ári síðan hóf ég störf við Háskólann á Akureyri. Og þetta þriðja sinn sem ég held stuttu útskriftarræðu og að tek þátt í þessum hátíðlega viðburði. Af verkefnum mínum í starfi síðastliðið ár hefur þátttaka í þessum merkistögum verið hvað mest gefandi og ánægjulegasti hluti starfsins. Í svipbrigðum útskriftarnemenda má sjá mikil spenna og stolt. Stolt yfir því afreki að komast yfir markið. Jafnframt má sjá von framtíðinni og þá möguleiki sem ný menntun býður upp á. Og þarna liggur gildi háskólans. Möguleikin til breytinga. Menntun eins konar verkfæri til að halda áfram í lífinu. Finns starfsframa og starf sem byggt á styrkleikum og ástríðu hvers og eins á því sviði sem viðkomandi vil blómstra áfram í. Þetta það sem gerir ykkur kæru útskriftarnemendur verðmætt fyrir samfélagið, framtíða vinnuveitendur og ekki síst ykkur sjálf. Ég fæddur upp alinn á Írlandi og á þeim 25 ár, ég þarf að telja, árum sem líðan frá því að ég flutti til Íslands, hef ég orðið við ýmsar breytingar bæði á samfélaginu og umhverfinu, til að mynda loftslagsbreytingar og allt áskorunir sem þeim fylgir. Eitt getum við verið viss í lífinu og það breytingar mun að verða. Og til þess að mæta þeim, hvort sem á einstaklings- eða samfélagsvísu, verðum við að vera opin og móttækileg fyrir nýjum hugmyndum og sjónarmiðum. Í þessi samhengi vil ég vitna í orð samlanda míns írska Nobelskjálsins George Bernard Shaw,
sem var mjög frægur á Írlandi, kannski ekki á Íslandi, sem sagði framfærir eru ógerlegar án breytinga og þeir sem ekki geta skipt skoðun geta ekki breytt neinu. Í námi ykkar hafið þið fengið grunn til að spyrja gagnrýna spurninga, velta fyrir ykkar af hverjar hlutir eru eins og þeir eru, hvernig hægt að stuðla að breytingum og hvað kemur í veg fyrir breytingar. Háskólanám hefur fært ykkur mikilvæga færni til að takast á við áskorunir framtíðarinnar. Ég hvet ykkur til að vera stolt af því sem þið hafa áorkað hér í dag og þessi síðasta ár við Háskólan á Akureyri. Og jafnframt ég þess fullvís að sú þekking og færni sem þið hafa óðlast hér við Háskólan á Akureyri mun nýtast ykkur til góðs í lífi og starfi. Så ég óskar ykkur innilega til hamingju með þessi afrek. Så i dag munum við brautskránemenda frá hug- og félagsvísindasvið. Frá félagsvísindadeild eru þetta alls 3 kandidater og kennaradeild 94 með 96 skírteini og lagadeild 13. Så nú fer fram brautskráning frá félagsvísindadeild. En þaðan brautskráðast eingöngu kandidater úr sjávarbyggðafræði og þeir fá afhent skírteini sín við hátíðlega áhöfn á Hrafnseyri þann 17. júní. Þeir eru, það alltaf gott að lesa enska nafn, frekar íslenska smástund, Brandon Niklas Píl, Laurent Trottier og Lína Björg Tryggvadóttir. Þá lokið brautskráning frá félagsvísindadeild. Nú kemur að kennaradeild. Og mig langar að biðja Gudmund Ingilbertsson, starfandi deildarforseti, að koma upp og hjálpa mér í þessi verkefni. Først verður brautskráðar kandidater með diplóma í forystu í lærdómssamfélagi en ekkert þeir fyrir miður viðstatt í dag, en þeir eru Kristjana Jónsdóttir, Lisa Maria Kristjánsdóttir, Ólafur Hilmarsson, Sigríður Kjartansdóttir og Vigþór Sjafnar Zófáníasson. Nú verður brautskráðar kandidater með diplóma í menntavísindum. En først kemur Alma Ruth Magnúsdóttir, en Alma Ruth enig að ljúka nám MT í menntunarfræði og fær því afhent 2 skírteini. Ekki glemma því. Auður Björk Birgisdóttir, Elmar Sindri Eriksson, Guðrún Unnsteinsdóttir og Halldóra Magnúsdóttir. Helga Hildur Snorradóttir, Hrund Teitsdóttir, Íris Dropp Jónsdóttir, en það enginn hér, fyrir miður. En Íris enig að ljúka með MA-námi í menntavísindum og fær afhent 2 skírteini. Jónína Lóvísa Kristjánsdóttir, Kristín Ásta Jónsdóttir. Laura Dís Richardsdóttir, Már Ingólfur Másson, Sigurjón Már Fox Gunnarsson. Nú verður brautskráðar kandidater með MT-próf í menntunarfræði, Alma Ruth Magnúsdóttir, Anetta Franklin Karlsdóttir, Arna Hjörleifsdóttir, Arna Lind Víðarsdóttir, Árdís Ír Pétursdóttir, Bergdís Lind Bjarnadóttir, Berghildur Pálmadóttir, Berglind Ragnarsdóttir, Dagmar Ólína Gunnlaugsdóttir, Dagný Hlín Rapsdóttir, Edvard Arnar Sigurðsson,
Elín Fríðbjarnardóttir, Elín Heiða Ólafsdóttir, Erla Jonathansdóttir, Eva Ruth Guðmundsdóttir, Eva Osp Arnaldsdóttir, Fandís Ósk Björnsdóttir, Finnbogi Jónsson, Gísli Svein Grettersson, Gísli Ragnarsson, Gísli Freyr Ragnarsson, Gunnur Vignisdóttir, Gunnþórun Eliasdóttir. That's a long list. Haraldur Stefán Viggoson, Heiður Dögg Vilhjálmsdóttir, Hildur Valdís Gísladóttir, Hildur Ýr Sæbjörnsdóttir, Hólmfríður Silvía Björnsdóttir, Hólmfríður Rún Guðmundsdóttir, Hrafnhildur Hrafnkelsdóttir, Hrefna Björk Árnadóttir, Hrund Thorlacius, Hulda Bryndís Tryggvadóttir, Ingibjörg Gunnlaugsdóttir, Íris Arnardóttir, Jóhann Berger Kiesel, Jóhanna Frímannsdóttir, Jonas Aron Olofsson, Karitas Fríða Barðardóttir, Kristín Írín Valdemarsdóttir. En Kristín Írín får viðurkenni frá Hugo Félagsvísindasvið Svið fyrir hæstu meðalengan meistranema við Svíðir. Til hamingju. Kristín Lilja Sigurjónsdóttir, Lucky Rachmania, Marta Melik Anisius, Olga Katrín Olgersdóttir, Ólafur Ólafsson, Sigríður Guðmundsdóttir, Sigurbjörg Ásta Halldórsdóttir, Sigurlaug Anna Reynisdóttir, Snæbjörg Lilja Hjaltadóttir, Steinunn Erla Davidsdóttir, Svala Fanny Snædal Njálsdóttir, Valgerður Erna Þorvaldsdóttir, Þorbjörg Matthíasdóttir, Þóra Mjöl Jensdóttir, Þórey Anna Arna Arnardóttir og Þórhalla Ásgeirsdóttir. En nú verða brautskráða kandidatar með M.Med.Prof. í menntunarfræði. Arndís Ósk Arnarsdóttir, allt í lagi, við getum bíða. Arndís. Okay.
Kemur Heiða til að bjarga okkur. Arndís Ósk. Það alltaf gott að hafa eitthvað sem fer úrskeiðis. Men það leta eftir því, ég hittaði leiðinni hér inn í gamla íslenska kennarum mitt fyrir 20 ára síðan, så ég reyndi að vanda mér mjög vikið að beigja rétt og... Já, ég ætla bara að byrja. Ég Íris og ég byrja að syngja og dansa. Although ég þeir typisk Íri, ég kann ekki dansa, kann ekki syngja, but ég get drekka, gills. Ég sá stelpunar farin að hlæpa eins og... Men þetta fjórða skipti sem ég búin að vera að gera þessi, en það alltaf eitthvað sem smá for úrskeiðis. Ég kan bara byrja á ráðskráða kandida með MA-próf mentavísindum, ef það til. Já. Arna Ásgeirsdóttir, Íris Dröpp Jónsdóttir, Lilja Friðriksdóttir. Er að koma? Yes. Ólaf Ása Benediktsdóttir, Pascal Cecil Darisá, Víðar Jónsson. Þá við haldum áfram með lagadeild og við kemur aftur held ég alls ekki. Ég held það kannski best í sitja þangar til við fáum. Så kannski komum við setja nýðar. Og nú við langar að byrja Rachel Johnston, deildarforseti lagadeild, að koma og hjálpa mér. Så nu verður brautskráða kandidat með diploma í heimskautarétti, Kristín Sveina Bjarnadóttir. Ariana Rey Telzero, Gabriel Cujo Agbenjo. En nú verður brautskráða kandidat með MA-próf í heimskautarétti, Helga Guðrún Númadóttir, Kári Fannar Lárusson. Victoria Grace Pattenot. En nú verður brautskráða kandidat með ML-próf í lögfræði, Aðalheiður Kristjánsdóttir, Aron Örn Gretarsson, Einar Aðalstein Brynjólfsson, Hækur Andreasson, Heiðbrá Ólafsdóttir, Jóhanna Guðmundsdóttir og Þórhildur Sigurðardóttir. En þá segir ég takk Rachel, en Guðmundur, ef þú myndir gera svo vel að koma aftur uppi. Så nu loksens verður brautskráða kandidatur með MA-próf í mentunarfræði. Oops, checka, så er det viss. Arndís Ósk Arnarsdóttir. Alfey Sól Arnfjörð Haraldsdóttir. Daniel Guðmundur Nikol, Eva Dögg Jaffetsdóttir, Eilif Þóra Heimisdóttir, Fanny Rós Konradsdóttir, Hugrún Birta Kristjánsdóttir, Iveta Borkova,
Ísak Atli Hilmarsson, Júlia Ósk Bjarnadóttir, Kolfinna Ester Bjarkadóttir, Kristín Arna Hjaltadóttir, María Björk Ásgeirsdóttir, Sigríður Heiða Bjarkadóttir og Solveig Birna Elisabethardóttir. Så núna við búin með Hugo Felix vísindasvið. Þá komið að því að kandídat flytji ávarp fyrir hönd kandídata á framhaldsstigi. Ræðumaður dagsins ykkur eflaust mörg kunn. Hún hefur sett svip sinn á Háskólann á Akureyri síðustu 5 ár og unnið óeigingjörn störf í þágu háskólans og stúdenta. Ég vil bjóða Sólveigu Birnu Elisabethardóttur, kandídat í menntunarfræði MED, velkomna á svið. Komið sæl, ágæta samkoma. Fá ég ekki vatn eða? Nei, ég segir svona. Nei, alltaf leið. Ég vil byrja á því að óska Hildi Sólveigu verkefnastjóra innlega til hamingju með daginn. Þessi dagur einnig sérstakur fyrir mig, fyrir margar sakir. En í dag hefði mamma mín fagnað 47 ára afmæli sínu og mér þykir því sérstaklega vænt að fá uppskera hér í dag og ávarpa ykkur. Það er sannur heiður að standa hér í dag og flytja ávarp fyrir hönd framhaldsnema sem að brautskrifast fyrir þannig frábæra háskóla. Í dag erum við saman komin til að fagna merkum áfanga í okkar lífi. En fyrir sum okkar, þar með talið mig, það líka erfið kveðjustund. Ég hef staðið hér upp á þessu sviði nokkur sem áður. Oftast að taka móti nýnumum, en einnig við önnur tilefni. En í dag þetta seinasta skipti. Ég reyna að vera ekkert rosalega dramatísk og ekki fara að skæla en lofa engu. Smá veðmál hérna í gangi. En ég man svo vel þegar ég skráði mín nám við kennardeild árið 2019. Eftir mjög svo langa framhaldsskólagöngu og hugsaði með mér hvernig ósköpunum myndi ég þola verið hérna í 5 ár. En hér stend ég í dag fegin og þakklát fyrir hvert einasta ár. Á þessum 5 árum hef ég ekki aðeins lokið námi, heldur hef ég einnig notið þess forréttindi að starfa með ólíkum og fjölbreyttum hópi einstaklinga innan háskólasamfélagsins og fengið tækifæri til að taka virkan þátt í hagsmunabaráttu stúdenta. Ég fórnaði ansi miklum tíma í störf fyrir Háskólann á Akureyri og stúdentafélagið og þó að það hafi stundum kostað mig að setja námið smá til hliðar. En ég sé það ekki eftir neinu því staðreyndin sú að þessi starfsreynsla hefur gefið mér svo ótrúlega mikið. Ég hef líklega rætt við langflest ykkar í samtalsmiðja námskeiðsmetinu. Þar fékk ég að heyra ykkar ánægju með námið við háskólann okkar en einnig hvað mætti betur fara. Að hlusta á ykkar raddir og vinna úr þeim til að bæta háskólann hefur einstaklega gefandi. Með þátttöku ykkar í samtalsmiðja námskeiðsmetinu höfum við unnið að því að gera HA að enn betri háskóla fyrir núverandi og framtíðar stúdenta. Ég óendanlega þakklát fyrir að hafa ekki unnið mér inn 2 gráður hér, heldur einnig tekið þátt í öllum þeim verkefnum og þær áskoranir sem hefur tekist á. Þessi fjölbreytta reynsla hefur mótað mig og undirbúið mig fyrir framtíðina á ótal vegu. Ég verð að viðurkenna, stundum hefði ég kannski átt að setja námið aðeins í forgang. Ég held að hún Eydís verkefnastjóri geti kannski staðfest það mest, en ég veit ekki hversu oft hún þurfti að reka eftir mér og heyri í mér og segja, jæja Sólveig, ætlar ekki að fara að skila verkefninu. En ég gerði það endanum, enda var ég ekki hér í dag. Á þessum tíma hef ég fengið að fylgjast með Háskólann á Akureyri vaxa og dafna enn frekar. Fjöldinn í starfsfólks hefur hafið störf hér og umsóknum fjölga hratt og örugglega. HA alltaf að stækka, þróast og eflast og hefur verið bæði áhugavert og ánægilegt
að fylgjast með þeim þróum sem eru átt í stað þau 5 ár sem ég hef verið hér. Það eru margir í kringum mig sem skilja ekki alveg þessu taugar sem ég ber til HA. Ég meina, ég ein af fjölda fólk sem hefur fengið sér tattoo og merki á sig. En nokkur hérna inni í salnum sem hafa einnig hent eftir mér. En margir spyrja mig, hvað það við HA sem þú dýrkar svona mikið? Og ég svara alltaf fólkið. Það má segja að starfsfólki hér hefur verið mín fjölskylda síðustu 5 ár. Öll reiðubúin til að aðstoða, veita mér stuðning og pepp og ég tala nú ekki með öll kökubóin í KA. Þess mun ég sakna. Þegar eitthvað bjátar á, þá hafið þið, starfsfólk háskólans, verið til staðar fyrir mig og fyrir svo ótrúlega marga aðra stúdenta. Fyrir það ég þakklát. Ef það eitthvað sem ég vil að þið starfsfólk HA passið og varðveitið, þá það akkurat þetta. Að halda áfram í gildin okkar sem engin háskólasamfélagið okkar og persónulegan háskóla. Tímarnir breytast og skólinn stækkar, þróast og breytist. Við vitum það, en ég tel mikilvægt að þessum gildum okkar sé haldið vel á lofti og gleymist ekki. Það nefnilega eitthvað einstakt við HA. Það ekki ástæðuleysu að stúdentar tala svona vel Háskólann á Akureyri. Það má svo ekki gleyma ykkur samnefndum mínum sem hafa verið með mikil hvatning til að gefast ekki upp á erfiðum tímum. Ég vona innilega við höldum sambandinu þrátt fyrir okkar formulega námsferð sé að ljúka og nýr kafli tekur við. Kæru kandidatar, þetta dagurinn okkar. Við erum stolt af ykkur hver svo sem vegferðin okkar var að setja markmið í dag. Þá eigum við það öll sameiginlegt að hafa náð markmiðin okkar. Við gerum þetta og megum vera stolt. Þegar við stígum nú út úr þessum hátíðasal með gráði í hendi, full af þekkingu og reynslu, vona ég að við berum öll þessa reynslu út í samfélagi með stolti og þakklæti. Haldið áfram að tala vel Háskólann á Akureyri því við viljum sjá hann stækka og vera enn betri. Þá vona ég einnig að þið gerist góðvinir og mætið á endurfundi. Hér nefnilega frábær hópur af einstaklingum og ég tel að í heimi samfélagsbreytinga og stöður að þróuna sem mikilvægt að halda í hvort annað og rækta sambönd. Takk fyrir mig HA og til hamingju kæru samnemendur. Að lokum hef ég ákveðið hvað ég með stæl. Sýna ykkur smá óvænt atriði og kannski bið ykkur að standa upp og svo við fáum ekki hálsríð og horfa, ég ætla að sýna ykkur nefnilega myndband. Myndbandið segir meira en 1000 orð og kjarnar vel það einstaka og sterka samfélag sem við eigum hér í HA. Takk fyrir mig. Útskrift sé ekkert mál, en undir yfirborðinu geymi ég öll mín tár. Þú og ég, við verðum ekki alltaf í SHA. Ég reyni hvað ég get að sætta mig við það. Tek utan þig en ég vil ekki kveðja. Þú gafst mér stóru vís og sprellmóð. Því komið að okkar kveðjustund. Ég stend hérna með tárin í augunum. Ég vildi gæti stoppað tíman hér, en tíminn flýgur alltaf burt frá mér. Ég trúi því að stjörnurnar lýsi okkar leið. Ég trúi því að leiðin liggi aftur heim. Því þó svo að við séum ekki alltaf á
sama stað. Þá einhver tenging sem ég mun alltaf finna það. Tek utan þig og ég vil ekki kveðja. Við kynntumst jú flest hérna saman í Háa. Á nýnema dögum breyttist allt. Við gengum saman gegnum heitt og kalt. Ég vildi ég gæti stoppað tíman hér, en tíminn flýgur alltaf burt frá mér. Tek utan þig en ég vil ekki kveðja. Við kynntumst jú flest hérna saman í Háa. Á nýnema dögum breyttist allt. Við gengum saman gegnum heitt og kalt. Munum aldrei gleyma sama hvað. Við eigum alltaf elsku Háa. Komið að okkar kveðjustund. Ég stend hérna með tárin í augunum. Ég vildi ég gæti stoppað tíman hér, en tíminn flýgur alltaf burt frá mér. Góðvinir Háskólans á Akureyri munu nú veita kandídat á framhaldsstigi viðurkenningu. Það hann Bjarki Freyr Brynjólfsson sem afhendir viðurkenninguna. Kæra háskólasamfélag. Góðvinir eru samtök stúdenta sem brautskráðir eru frá Háskólanum á Akureyri og annara velunara háskólans. Nú í 20. skiptið heiðra góðvinir kandídata sem hafa unnið óeigingjarnt starf í þágu háskólans með því til dæmis að kynna hann, efla félagslífið eða setja í hagsmunanefndum fyrir hönd stúdenta. Það gríðarlega mikilvægt að stúdentar taki þátt, segi sína skoðanir, því að félagslífið ekki síður mikilvægur hluti af lærdómi háskólagöngunnar. Það mér mikill heiður sem fyrrum stúdent hér við Háskólann á Akureyri að fá að veita þessi verðlaun fyrir hönd góðvina sem vilja einmitt halda utan brautskráða stúdenta. En góðvinir hafa það meðal annars á stefnuskrá sinni að efla enn frekar endurfundi. En markmiðið með því að tengja okkur betur saman og þær góðu minningar sem við eigum öll og námi okkar hér við háskólann. Ég því hvet ykkur öll til þess að gerast góðvinir. En heiðursverðlaunin eru nælur sem gullsmiðurinn Kristín Petra Guðmundsdóttir smíðar og það von okkar að handhafar viðurkenningarinnar beri næluna með stolti. Til að mynda þá á endurfundum en einnig við önnur hátíðleg tækifæri. Nælan eftirlíking listaverksins Íslandsklukkan eftir Kristinn Hrafnsson sem stendur hér á háskólasvæðinu og vísar til þeirrar árvekni og sem einkennir gott háskólafólk. En einnig fær handhafi heiðursverðlaunina viðurkenningaskjal. En ég vil biðja rektor að
vera mér hérna til halds og trausts við afhendingu viðurkenningarinnar. En góðvinir veita einum kandidat úr framhaldsnámi heiðurs viðurkenningu. Í ár hlýtur Dagmar Ólína Gunnlaugsdóttir kandidat í kennaradeild þessa viðurkenningu og biðja hann að koma upp á svið til okkar. Í umsögn Dagmar segir: Dagmar Ólína hefur tekið öflugan þátt í háskólasamfélaginu frá því hún hóf nám í grunnnámi við kennaradeild. Skólaárið 2021 til 2023 gegndi Dagmar hlutverki fulltrúa í gæðaráði þar sem þáttaka var bæði öflug og til fyrirmyndar. Árið 2022 tókum við sem formaður magister félags kennaranema fyrir skólaárið 2022 til 2023 og gegndi því starfi með mikill ábyrgð og dugnaði. Þar sat hún meðal annars deildaráðsfundi og var í matsnefnd kennaradeildar. Dagmar alltaf boðin og búin til að taka þátt og leggja hönd á plóg í fjölbreyttum og ólíkum verkefnum innan bæði SHA og háskólans. Hún hefur verið kennaranemum innan handar síðustu ár og hefur í ófá skipti staðið vaktina og kynnt kennaranámið á viðburðum háskólans svo fátt eitt sé nefnt. Dagmar svo sannarlega vel að þessari viðurkenningu komin. Brautskráningu kandidata úr námi á framhaldsstigi nú að ljúka og munum við gleðjast saman yfir kaffibolla, sætum bita og góðum samtölum hér í miðborg. Ég vil endilega hvetja ykkur til að nýta myndabóksin 2 sem staðsett eru úti og á teppinu góða. Nú göngum við úr salnum. Fyrst fara rektor, sviðsforsetar, deildarforsetar og kandidatar og loks aðrir gestir. Fyrir hönd Háskólans á Akureyri óska ég kandidatum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn. Verið sæl.